Gratíana framhald hans dætra og segir sögu Gratíönu fyrst og fremst en Sella, hinn systirinn, þar líka og ásamt Evlalíu og mörgum sögupersónum úr fyrri bókinni. Á þessum tíma í byrjun 20. aldar þá þessum sjávarþorpu mörgum svona fara að vaksa fiskur hrygg og þetta orðnir myndalegi staðir og þannig ríkir mikið stéttskipting. Já, þannig að þetta orðnir svona rótgrónir og myndalegi bæir og áhugasviðið skemmtilegt. Tíminn líka að þannig svo þétt taumhald á konum sérstaklega og það gaman að sjá svona og skoða hvernig konur plumuðu sig á þessum tíma, hvað tækifæri þau höfðu og hvað var sem að þrengdi að þeirra möguleikum. Ég held að það sé svo hollt okkur sem samfélagi að skoða og viðurkenna og bara sjá þetta framlag kvenna og skilja það að það væri okkur öllum betra fyrir samfélagið að það væri öll kyn sem tæki þátt í því að koma þar inn og taka við þessu hlutverki sem að hefur svo mjög þrengt að konum lengi. Það eiginlega það sem drífur mig.